Góðan dag og verið velkomin í Great Place to Work podcastið. Unnur heiti ég og ætla að vera með ykkur í dag á samt 2 frábærum mannstjórum. Það Dagbjört hjá Athot Þrifum og Bryndís hjá Þjónustu og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar. Verið velkomnar. Takk fyrir. Hvernig þið stemdar í dag? Bara mjög vel stemdar. Er það ekki? Jú, bara gaman að vera komin. Geggjað. Herðu, áður en við byrjum þá langar mér svolítið að gefa ykkur svona nokkra mínútur af frægð. Mér langar svolítið að heyra bara hvað þið hefði verið að gera undanfarin ár, bara svona aðeins ykkar starfsframa og svo væri líka gaman að heyra bara hvernig svona ykkar samstarf við Great Place to Work þróaðist og kannski bara Bryndís, væri gaman að byrja að heyra frá þér? Já, ég byrja í mannesmálum 2018, byrja fyrst í Vís og svo fer ég yfir til Reykjavíkurborgar á Þjónustu og nýsköpunarsvið og búin að vera þar frá því 2021 og já, í rauninni klára ég hana mannestjórnun og fer einhvern veginn strax að leita mér að vinnu í því að því að þetta var einhvern veginn alltaf missjónið að fara þessa leið og það var gaman að kíkja á post aftur í tíman þegar maður kannski var nýútskráður og sálfræðar reyna að leita sér að vinna á þessum vettvangi hvað maður var óhrættur að prófa og það náttúrulega bara versta sem að færi nei. Þannig en síðan fekk ég tækifæri á Vís og verði mér náttúrulega ávallt þakklátt og að mitt og fer yfir til Reykjavíkurborgar og bara búin að vera þar í alls konar skemmtilegum verkefnum. Já, byrjar þar sem mannustjóri eða mannstjóri? Nei, byrjaði bara sem mannesráðgjafi og svo tók ég við að forvara mínum þegar hún hætti. Ok, vel gert. Bryndís, hvað segir þú? Nei, fyrir ekki Dagbjört. Já, ekki mál. Já, ég byrjaði líka í sálfræði og hélt að ég ætlaði að vera sálfræðingur og flæktist samt einhvern veginn út í ferðaþjónustuna og var þar í over 10 ár eiginlega sem verkefnastjóri og þegar, einhvern veginn fann ég bara, mér fannst stefnumótun, breytingastjórnun, ráðningar og bara einhvern veginn allt sem við kemur mannveðsmálum mest heillandi, ekki sálfræðin sem ég ætlaði einhvern veginn alltaf að fara í. Já. Þannig að ég bara með barneignum og fullri vinnu ákvað að skella mér á Bifröst og tók fórustu stjórnun með áherslu á mannustjórnun. Lofaði mannum mínum að fá ekki 10-11 ef ég ætlaði að vera í öllu í einu. Stóð ekki við það og komin í aðstofkjenslu í Bifröst. Að gera bæta á þessu verkefnum. Já, bara svona típist frá að gera allt í einu og fannst það bara hvernig geggjað og alltaf verið svona meganörd og blöndin í háskólalífi og í rauninni byrjaði í hálfri stöðu eða 50% stöðu hjá Athot Þrif og var að vinna í háskólanum meðfram í verkefnum og fundum það bara mjög hratt held ég eftir mánuð þá sagði fórstjóri við mig, heyrðu, ertu ekki bara til að koma í 100% við vil bara að við förum bara all inn í þessi mál. Já, alveg þörf á því. Algjörlega og þannig að ég bara köttaði mig úr háskóla með inn og 3 mánuðum setna var ég bara komin í fullt starf og við bara erum búin að grunninn úr sálfræði þannig að ég vil alltaf hafa allt mælanlegt, ég vil ekki bara segja að ég sé að gera eitthvað, ég ætla að sýna þér að ég gerði það og það er svona mín skilgreining á hvernig maður á að sýna fram á mannveðsmál skipta máli líka og sviðið bara búin að stækka helming, ég er til mín mannveðssérfræðing líka og þaðan kemur Great Place to Work samstarfið að ég vil geta mælt allt og sýnt fram á það sem við erum að gera. Já, nákvæmlega. En hjá ykkur, Bryndís, hvernig hófst þetta samstarf? Við fórum í allsherjar stefnumótun núna síðastlið vor og breyttum mitt gildunum okkar og heimsóttu þau og ídruðum þau og það voru teiminn og sem settu sér, teimi og deildi sem settu sér í rauninni mælanlega markmið og aðgerur undir því. Og eitt af markmiðum yfirstjórnarna var að fá viðurkenningu Great Place to Work á samt því að regnboga votta sviðið og þannig hófst það í rauninni. Þá fórum við í það að reyna að koma á þessu samstarfi og reyna að fá þessa vottun. Já, Og hvernig hefur ykkur fundist samstarfið bara út frá því bara hvernig þið byrjuðuð og svo bara einhvern veginn komin á fullt núna? Hvernig hefur ykkur liðið með þetta, Dagbjört? Já, þetta er 3. árið okkar. Já. Þannig að ég get bara sagt það, mér finnst rosalega skemmtilega uppsett í rauninni öll gögn hjá þeim og þú getur borið saman og séð alltaf hvernig þið búið að ganga í fyrra og alveg boraði niður á stjórnendur og hópa ef þú ert í stóru fyrirtæki
og mér finnst það skipta rosalega miklu máli hvernig maður vinnur með gögnin. Að geta sýnt fram á, ok, þú setur þessi markmið og hvernig gengur í þeim og ég ger það alltaf með okkar stjórnendum. Við hittumst sem sagt í kjölfar niðurstaðana og skoðum og þau setja sér markmið, svo hittumst við aftur eftir hálft ár og þau skoðum aftur hvernig gekk að vinna í þessum markmiðum og svo aftur gerum við könnunna og þá erum við og núna erum við komið með 3. ári og það er svo gaman að sjá bara tölurnar fljúa upp af því fólk er að vinna í markmiðum tengt niðurstöðum. Já, það er líka bara ótrúlega gaman að sjá samanburðin og sjá líka bara hvar sérst teimin voru sterk og hvar kannski eru tækifæri og allt þetta. Algjörlega. Þannig að það er ótrúlega gaman að sjá samanburðin. En hvernig hefur ykkur liðið í samstarfinu? Bara vel, þetta er náttúrulega okkar fyrsta ár á lista, þannig að okkur laka bara til að einmitt að sjá þennan samanburð, það er einmitt svo frábært að geta mælt þetta, það er bara, og svo einmitt að vinna í því í millitíðinni sko. Nákvæmlega. En ef við förum bara aðeins á dýptina í þessu, að þetta ekki snýst ekki bara að setja út einhverja mælingar og fá svör, þú veist, maður það líka að vera við, þú veist, sem að störfum í mannesmálum, við þurfum líka að vera ótrúlega duglega að kynna niðurstöðurnar og fylgja þeim eftir einmitt og allt þetta. Hvernig svona, þegar við erum náttúrulega spáðið þarna bara að velja hans starfsfólks og allt þetta, hvernig finnst ykkur veljan hafa áhrif á bara svo upplifun viðskiptavinna, af því það skiptir auðvitað miklu máli að fólki líði vel í vinnunni og það á að smita viðskiptavinni. Hvernig svona hafið þið, hver er svona ykkar nálgun á þetta? Já, það er kannski, ef ég grip boltan það er einmitt þetta sko, þú veist, að því eins og við þjónustu nýsköpunarfyrsið, við sjáum þjónustuverið fyrir Reykjavíkurborg og það er einmitt sko, veljan starfsfólk þar hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á einmitt viðskiptavinnuna sem að þú veist ringin eða hvað það er, að því það er ekki bara þetta einmitt sko, þú veist það er líka þú veist tónnin og orkan sem er á vinnustæðnum sem hefur áhrif og áhrif til viðskiptavinnuna, þannig ég held að það sé einmitt, það er ekki bara einmitt þetta þú veist, einmitt, jú, það er náttúrulega þessi veljan en það er þessi einmitt þessi orka sem að kemur og þetta sálræna öryggi sem að fólkið þú spýr við í teimunum sínum, að það getur líka svona speglað svolítið hvaða svona, þú veist, speglað í hinum, hvernig, þú veist, þessu að tækla bara, þú veist, erfiða viðskiptavinn og allt þetta. Þannig að, já, ég held að sé einmitt þessi tónn orku og með þess að hún, Mari Ellingsen var með mitt fyrirlestur hjá okkur daginn og hún með talað þetta þegar hún hringir inn í þjónustu fyrirtæki eða, þú veist, að það sé alltaf þetta vera alltaf byggð eftir kennitala. Þú veist, í staðan fyrir að mæta viðskiptavinnunum þar sem hann er og það er einmitt það sem við viljum líka svolítið svona, hvað segir maður svona presentera fyrir eða þannig sko. Já, einmitt. En hjá ykkur? Mér finnst í rauninni rosalega mikilvægt að leggja áherslu á veljan starfsfólk. Okkar fólk er ekki í húsi hjá okkur, það er inn á öðrum verkstöðum, inn í öðrum fyrirtækjum og hvernig tekja móti því og hvernig við komum inn á vinnustæðin skiptir rosa miklu máli. Þannig að ef okkar fólki líður vel, þá smitar það svo út frá sér. Og við vitum það alveg vel og sjáum alltaf í greiningu hjá okkur að það er bara rosalega mikil fylgni á milli ánæðra viðskiptavinna og ánæðra starfshópa. Þannig að þetta bara hefur áhrif á hvert annað. Og ef sá sem er að þrífa er glaður og tekur vel mótið, það gefur orku frá sér og þannig að þetta bara smitar allt út frá sér og helst allt saman í hendur. Já, nákvæmlega, að þið eru líka bara með svona svona litla rittara bara út allt, þú veist, þannig að þeir eru allstaðar andlit aðfátt þrifa þegar þau eru inn á vinnustöðum annarra. Algjörlega og oft eru þau orðin bara stór hluti af fyrirtækinu þar sem þau eru búin að vera í mörg ár. Ég hef lentið í að starfsmaður lendi í slysi og vinnustæðurinn sem hann var að ræsta hjá var að senda honum blóm beint, ekki þannig að því að hann var bara orðin svo stór hluti af þeirra heild. Já, og það lítur að vera að gefa örugglega mikið fyrir starfsmanni sjálfan að bara vá hvað ég er greinilega stór hluti. Algjörlega. Það er svo rosalega dýrmætt að þessi teki vel móti fólki og bara eins og ég sagði eins bara hvernig þau kom inn og bara hilsa góðan daginn og bara svona móttökurnar. Já, nákvæmlega. Aðeins konur á vinnumarkaði. Nú náttúrulega hefur bara vinnumarkaðurinn farið gegnum breytingar undanfarin ár bara eins og flest allt annað.
það svolítið svolítið að það ekki breytingar þá bara ekkert að frétta sko. Ef við horfum aðeins á bara konur á vinnumarkaði í dag, auðvitað hafa konur til dæmis eins og í bara tæknibransanum og allt svoleiðis, það verið að gera ýmislegt til þess að fá fleiri konur þar inn og svona. Hverja finnst ykkur svona vera helstu svona áskoranir og tækifæri fyrir konur almennt á vinnumarkaði í dag? Dagbjört, Já, mér finnst þetta að vera tvennt í þessu. Fyrsta lagi það bara í rauninni eins og hjá mér. Ég búin útbúið sérstakann bækling bara hvað var þar fæðingarorlof. Af því þetta bara flókið og það rosalega dýrt fyrsta árið. Þessi dagmömmu tími þar til þú færð pláss í leikskóla. Það þó að sé búið að jafna þetta milli kvenna og karla í tengt fæðingarorlofi, þá það ekkert samanbæra barni þarf að komast inn einhver staðar. Eins bara vinnutíminn, hjá okkur konum mikið að reyna að vinna á kvöldin, reyna að brúa eitthvað bil, reyna að fá auka vinnu til þess að vinna upp en að tekjumissi, og svo vil ég líka bara útrýma þessu spurningum sem að kollega mínir ennþá að fá í atvinnuviðtölum, ætlar að eignast börn og hvenar. Og það bara ótrúlega oft og ennþá sem ég að heyra af því og það svona stuða mig og eins þegar maður hefur verið í þessum ráðningum bara svona trú og eigin getu hjá konum og það nú ekki langt síðan ég las stóra rannsókn sem var upp í HÍ, það var verið að draga úr kröfum í starfslýsingum til þess að konum myndi sækja stjórnendastöður og ég var nú bara dóttur sjálf og ég bara vona innilega að við getum aukið þetta og næsta kynslóð sé ekki þarna. Þegar mér finnst þetta að vera, og ég veit ekki hversu oft í viðtölum ég hef þurft að peppa konur aðeins, bara nú þarf þú að vera með söluræði, að vera ekki að draga úr eigin getu. Ef ég spyr hefur þú, hvernig þekking þín á Excel? Og kona notar Excel á hverjum degi, en hún segir, ég gæti nú verið betri. Í staðan fyrir að segja bara, jú, ég nota þetta svo sem á hverjum degi, en það má alltaf læra eitthvað nýtt. Og stundum þarf ég bara svona að stoppa í forvið til að segja, nú þarf þú bara aðeins að selja þig og komdu nú með, þú getur þetta alveg og áður en við byrjum þetta. Já, bara ég finna það eitthvað meira. Já, nákvæmlega. Og þetta eitthvað sem held ég að sé svolítið svona kynnslóða og vona að við þurfum bara aðeins að vinna með. Já, nákvæmlega. Bryndís, hver svona þín sína á þetta? Jú, það einmitt þetta og líka bara með, ef ég má bæta við, og líka með sveigjanleikan. Við starfsfólki okkar mjög ánægt með sveigjanleikan. Þannig ég held að það sé líka eitthvað sem að hjálpar konum á vinnumarkaði því þær geta þá líka sótt þessi meira krefjandi og stjórnunarstöður að því að þær hafa hann. Þannig ég held að það sé einmitt svona eitthvað sem að einmitt fyrirtæki sem bjóði upp á það í dag, að það sé svona það jafnrétti sem að einmitt stuðlar að því og síðan einmitt þetta með fæðingarorlof, mér finnst það bara ótrúlega flókið oft að því að bara í einmitt þessum hraða heimi í dag það svo margt breytt þegar kannski viðkomandi kemur tilbaka þannig að maður þarf að einmitt að huga rosalega vel að því og taka vel á móti konum sem að koma eftir 6, 9, 1 ár til vinnu. Já. Þið með eitthvað svona verkefni eins og Dagbjört var að tala þú þurft alveg að búa til svona sér bæklingu utan fæðingarorlofi, þið með eitthvað svona eða það konur að koma tilbaka úr fæðingarorlofi? Nei, nefnilega ekki þannig að þetta eitthvað tölum saman en við náttúrulega reynum að fá konur inn áður en það kannski koma til starfa bara í smá spjall og svona hvað þær hafa í hyggju að gera allar koma aftur í 100% og bara svona farið yfir málið og hvað hefur breyst og hver eru hættir og hver eru byrjaðir og hvað einingar eru breyttar og eitthvað svona og hvað verkefni við erum að vinna að í dag að því það er alveg, ég held að þetta sé krefjandi að koma inn eftir fæðingarorlofi í svona breyttu umhverfi. Já, nákvæmlega. En það líka bara, maður hefur náttúrulega heyrt bara rýmis fyrirtæki sem að leyfa konum að koma 50% tilbaka en eru samt að 100% launum. Og þetta náttúrulega bara, þetta bara algjör lúksus að það er ekki öll fyrirtæki sem geta boðið upp á þetta. En það breytir því ekki að þetta hjálpar ótrúlega mikið að komast aðeins inn og ég meina nú talum maður bara, ég hef sjálf farið í fæðingarorlof og að vera með einstaklingu á öxlinni bara í
marga mánuði og svo allt í einu komin í vinnuna og getur bara farið einu á klósettið í friði og allt þetta, bara ótrúlega næs og allt það, en það líka svona ákveðin aðskilnaðkvíði sem á sér oft stað og þá bara ótrúlega erfitt og krefjandi að vinda sig bara strax í 100% vinnu og bara fullu öll verkefni og allt það þegar maður bara alveg búin að vera í einhverju pásu í fleiri mánuði, sko. Þannig að ég held að einhvern veginn allt svona sem að vinnustæði geta gert skiptir ótrúlega miklu máli, sko. Og svo eins og segir, þú veist, þetta einmitt svona, þú ert líka bara svona svolítið á þínum hraða, þú ert í fæðingarólu, það gerist þér glatt svolítið hægt, sko. Svo ég mynda með, þú veist, myndlíkingin, þú veist, þetta eins og þú stilli bretti bara á 17 og ætlar svo bara að henda þér á það, sko. Já, akkurat. Þú veist, þú bara hleypur, sko. Já, og svo bara bíða allar aðra skyldur heima líka, sko. Já, einmitt. Já, þið tala um þetta sé svo breytt líka. Ég var alveg fengið konur inn sem segja bara ég ekki tilbúin strax og það bara stundum svarið líka. Já, ef þú getur mögulega að brúða þetta bil þá bara að sína stuðning í hvernig þessum hlutinni breyta, sko. Já, einmitt. Eins og þú nefndir aðeins áðan, Bryndís, eins og með sveigjanleikan, þá þetta skiptir hann ótrúlega miklu máli og oft fyrir konur. Eitthvað svona annað sem eitthvað dettur í hug, bara varðandi sveigjanleikan og eitthvað svona sem skiptir líka máli bara einmitt upp á starfsframa kvenna, eins og líka þetta, þú veist, að þurfa að fara að skala auglýsingar einhvern veginn niður bara svo konur fara að sækja svo tristið sér til að sækja eitthvað svona annað heldur en sveigjanleikin sem að gæti svona hjálpa okkur í þessu. Ég held sko að konur í dag séu ótrúlega vel tengdar. Það náttúrulega svo mörg svona félög sem að, þú veist, stuðla að svona tengingu kvenna sem að ég held að sé bara brilljant, sko. Og bæði fyrir unga konur og svo þær sem eru eldri. Þannig að ég held að það sé líka svona þessi tengsla myndun. Einmitt. Já. Nú helst þetta. Já, Dagbjört, eitthvað svona sem að þér dettur í hug? Nei, ekki svona í fljótu bræði. Ekki í fljótu bræði, ok. En eins og ef við tölum að þessum fjölbreytni, þú veist, nú erum við alltaf búið að tala um, þú veist, að kannanir, þú veist, starfsmannakannanir og allt þetta, þú veist, að vera að bjóða upp á fleiri kyn og vera að breyta orðalagi og svoleiðis. Hvernig ykkar sýn á þetta? Þú veist, hvernig getur maður breytt og gert menninguna betri þannig að bara fjölbreyttir hópar þrífast frekar inn á vinnustaðnum? Já, hjá mér náttúrulega yfir 30 þjóðurni, þannig að það bara alltaf fjölbreytileiki í gangi hjá okkur. Það sem við leggjum mesta áherslu bara skilningur og koma upplýsingum á framfæri og að öllum liðin sem fá að vera með snýst bara tungumál mikið hjá okkur. Passa þýð allt yfir á bara þó nokkur tungumál. Já, þið með mörg tungumál sem að þið svona bara viljið þýða yfir á? Já. Við erum mestmegnis með pólsku og líka svolítið að spænsku, en það líka eitt sem að geggja við Great Place to Work. Ég held ég að sé með 10 pluss tungumál bara sem ég hakaði við, þannig að flestur geti svara bara alveg á sínu eigin máli. Já, það náttúrulega geggjað. Já. Og náttúrulega bara til þess að fá ennþá meiri þáttöku. Já, og það skipta rosalega miklu máli og að fólk skilji það sem er að koma á framfæri, og sem ég sagði með bæklingu fæðingaroll jafnréttis áætlunina, þetta sé allt handbókin okkar, við reynum að vera með þetta allt bara á öllum tungumálum og þetta sé aðgengilegt öllum. Einmitt. Já. En hjá ykkur, Bryndís? Við, eins og ég sagði áðan, þá náttúrulega fórum við í gegnum regnbogavottunina og fengum hana. Já. Og við vorum fyrsta sviðið hjá Reykjavíkurborg sem að fekk hana fyrir sviðið í heild sinni. Vá, dásamlegt til hamingju. Takk fyrir. Það er í rauninni sko starfsstaðarnir sem eru að taka þetta, því þetta er alveg hellingsvinna. Þetta er vinnustofa sem að tekur alveg í dag og svo er þetta fræðsla inn á milli og svo er þetta eitthvað sem þú þarft að viðhalda. Og síðan fyrir einhverjum 3 árum þá fórum við í gegnum sko jafnréttis og fjölbreytileikafræðslu hjá Sóleyju Tómasdóttur. Já. Og það var eitthvað sem að hjálpaði okkur rosalega mikið í þessari einmitt, að því að við erum kannski mjög einsleitur hópur sem að við erum náttúrulega stofnun og það er náttúrulega krafum það í flestum störfum hjá okkur að þessi töluð íslenska, en ekki allum kannski, en flestum. En við erum að þjónusta fjölbreyttan hóp. Þannig að við þurfum svolítið að mæta einmitt fólki þar sem það er og vita hverja þarfinnar eru. Þannig að þetta var frábær fræðsla sem við fórum í gegnum með henni. Já, þannig að þetta snýrist bara að miklu leiti bara þú veist, bara viðhorfið, að bara opna huga fólk svo bara þannig einmitt að átta sig á því að það þurfa að mæta
þörfum viðskiptavina. Já, og einmitt þetta líka að átta sig á hverja sko, hvað bíasamaður hefur. Já, einmitt. Það er nefnilega alveg, getur verið mjög áhugavert. Já. Hjá okkur það meira þá bara tengt menningum og trúabörum. Við skulum bara bera virðingu fyrir öllum skoðunum. Einmitt. Af því að við erum svo ótrúlega ólík og það sem að ég upplýs eðlilegt ekki endilega eðlilegt fyrir þér að við erum frá sikkur menningunni. Já, einmitt. Þannig að það rúslega mikið atriði hjá okkur bara svona samskipta fræðsla og hvernig við eigum að eiga samskipti. Einmitt. Það, þú veist, eru þið með öflugt svoleiðis bara svona fræðslustarf hvað þetta varðar svona? Já, út af þessu. Út af því að við erum með svo ótrúlega ólíka hópa sem þurfa að vinna að hlutum saman. Já, einmitt. Þannig að eitthvað sem eðlilegt fyrir mér og líka bara svona litli hlutir eins og við erum að vinna í hóp og við erum með yfirmann eða verkstjóra yfir hóp og í sömum menningum svo, hvað maður segja, mikil stéttaskipting og þetta eitthvað sem Íslendingar eru mjög óvanir til dæmis að og segjum mikið af löndum frá Asíu, þau vilja ekki segja nei við eitthvað sem yfirmaður þannig að það myndast oft misskilningur í svoleiðis aðstæðum. Af því það má ekki segja nei, hann er bara að bera virðingu og segja já við þig, þó hann skilji kannski ekki alveg hvort að meina, þá vil hann ekki segja nei. Og þetta er svona hluti sem þú þarf bara að kenna. Já, nákvæmlega. Það bara, þú verður alveg vissum að upplýsingar sé að komast á framfæri af því þetta er bara ákveðin virðing í samskiptum. Já, nákvæmlega. Og líka bara eins fyrir fólki sem að koma og við erum oft fyrsti vinnustafinn á Íslandi að eins bara kenna okkar menningu og það ekki svona stéttaskipting hér og við hefum þessi jafningjastjórnum sem við erum alltaf að reyna í þessu aðþátt samfélagi sem við viljum hafa. Já, einmitt. Það er ekki að þéra yfirmanniðin, ekki nema sérst bara komin inn á alþingi eða eitthvað. Alls ekki og gott dæmi þetta til dæmis ég var alltaf að vinna í ferðaþjónustunni, ég var að vinna með rosa mikið af þýskum stelpum og við vorum með þess að yfirmenni voru ekkert neginn á efri hæðinni og þær voru alltaf að biðja mig því þá var ég bara svona, ég stóði svona móttökustarfi og þær voru alltaf að biðja mig leyfi til að fá að fara á efri hæðina. Og ég skildi þetta ekki og svo fattaði ég að þau eru bara vön svona ótrúlega stéttaskipting og þetta var eitthvað svona, má ég labba upp tröppunar? Já, mín vegna má ég labba upp tröppunar. Já, þetta getur verið mjög áhugavert. En svona, einmitt talandi bara starfsfólk og bara fjölbreytileika og allt þetta, núna hafið þið fengið viðurkenningu fyrir að vera frábær vinnustæði fyrir konur. Hvernig svona, hvað þýðir þetta fyrir ykkur? Hvað gerir svona viðurkenning eins og bara fyrir ykkur? Þetta skiptir okkur ótrúlega miklu máli. Þetta er bara, ég get ekki verið stoltar að neitt að viðurkenning heldur en að vera með frábær vinnustæði fyrir konur af því að við erum með 75% konur, langflesti stjórnendur hjá okkur hafa unnið sig upp úr ræstingu og eru búin að fá mesta menntun þá bara í gegnum fyrirtækið og unnið sig upp og þetta er svo ótrúlega mikið hörkuduglegum konum hjá okkur, þetta er svo mikið heiður og ég er svo ótrúlega stolt af þessum konum að þetta er bara dásamlegt og líka fyrir þær og upphefja svona orðspúr ræstingar, það sem ég er alltaf að reyna að gera af því að ég er stolt af þeim og ég vil að þær séu það líka. Já, nákvæmlega og það náttúrulega skilur sér svo til viðskiptavina. Algjörlega. Já. En hjá ykkur Bryndís? Já, við erum náttúrulega, meiri hlutin eru konur sem vinna hjá okkur, þannig að ég veit nú ekki alveg hvað hlutfallið en það er allt sé ekki, 60-40, eitthvað svo leis og einmitt svo eldklárar konur sem veit að mann innblástur á hverjum degi, þannig að þetta er einmitt svo frábær viðurkenning. En líka því við erum með UT-þjónustuna eða upplýsingatækni þjónustuna fyrir Reykjavíkurborg og það er hlutfallið ekki svona, það eru færri konur heldur en kallar. Já. Og líka hjá Reykjavíkurborg eða hjá opinberu stofnun þá getum við kannski ekki heldur keppt við engamarkaði og þá einmitt er þessi viðurkenning svo frábær fyrir okkur því að þetta er náttúrulega frá fólkin okkar, þetta er náttúrulega rödd fólksins sem að kemur út úr þessari niðurstöðu kemur út úr þessari könnun og við getum svolítið selt okkur líka þannig til þess að fá fólk inn að því ég held líka svo unga fólki í dag það kannski metur margt annað í vinnu umhverfinu heldur en bara launatekinn og þá er þetta svolítið svona okkar verðmiði hvað við stöndum fyrir. Já, bara þetta er svolítið það sem okkar starfsfólk segir. Já.
og að vera einmitt og vera frábær vinnustæði fyrir konur og vera með upplýsingatækni þjónustu, þá held ég að við séum svolítið vonandi á góðum stað. Já, nákvæmlega, alla á réttri leið, sko. Já. En hvernig finnst ykkur, hafið þið getað notað þetta einhvern veginn til þess að bara einmitt að laða, eins og kemur aðeins inn og bara laða hæfileika ríkt starfsfólk, þú veist, að geta sýnt fram og bara, svona líður fólkin okkar og bara sérstaklega konum? Já, maður heyri það núna, þú veist, maður kannski einmitt með þessari viðurkenningu þá verður sviðið kannski aðeins meira áberandi að því að náttúrulega við erum Reykjavíkurborg og eins og þegar fólk spyr hvar vinnur þá vinn ég hjá Reykjavíkurborg, sko, það kannski veit ekki hvað þjónustu og nýsköpunarsvið og maður fer ekkert alveg þangað, sko, oft, sko, þannig að já, ég held að þetta sé einmitt. Já, en eins og fyrir ykkur? Já, bæði gagnvart viðskiptavinum og starfsfólki sem sækir maður heyrir það, ég alveg tekið við símtölum og mér kollegi minn satt bara og ég vil hringi ykkur, þið eru frábær vinnustar, við viljum að þið ræsti hjá okkur og alveg eins bara starfsfólk sem eru hringt inn, ég er bara búin að frétta þið eru frábær vinnustar, get ég fengið við til hjá ykkur. Já, þetta hefur, já, fyrir utan hvað þetta er gaman að heyra, það var þetta orðspor skipti máli. Já, nákvæmlega og einmitt eins og við bara höfum talað að einhvern veginn þetta er svona staðfesting á því sem að starfsfólkið er að segja. Veist, þetta er ekki bara eitthvað viðurkenning bara utan bæ, sko. Nei, það sé ekki byggir á þeirra skoðun. Já, einmitt. Dagbjörn, þú komst aðeins inn á áðan bara, þú veist, að vera með mælanleg markmið, þú veist, vera með gögn sem geta stutt þetta og allt það. Hvað verkfæri hefur þetta samstarf við Great Place to Work gefið ykkur? Já, góð spurning. Þegar við byrjuðum í þessu, þá mældi ég og bara fín starfsánægð þannig, en ég sá að fólk vildi fá meiri samskipti, meiri upplýsingar og ég sá að fólk vildi meiri fræðslu og ég hugsaði, ok, þetta er bara einfalt að keipa í liðin, en það var ekki alveg svo auðvelt, en við opnuðum svona opið portal, þannig að fólk geti komið á bara nafnlausum ábendingum eða hefur eitthvað upplýsingar sem vildi koma. Ég er með skjáin í kaffistofu þar sem ég er alltaf með upplýsingar og tungumálum hvað er í gangi. Ég gef út svona newsblast og ég reyna alltaf að fá alla millistjórnum til að senda beint og sitt starfsfólk til að koma upplýsingum alla leið. Þannig að þetta skiptir fólki miklu máli að fá að vita hvað er í gangi. Þó sé ekki eins og mikið í gangi, þá skiptir þetta rosalega miklu máli. Og eins fræðslu þá bara tók ég það alveg fyrir og fekk að ráða inn mannauðsérfræðing sem bara tók fræðsluna alveg í nefið hjá okkur og bara nýlega fræðsluna og hvernig tekið á móti fólki og á þessum 2 árum erum við búin að hækka bara ég held ég næstu 15% í starfsánægju. Vá. Og þetta er alveg gífurlega munur og 20% á milli ára bara ánægði með fræðslu. Þannig að þetta skiptir svo miklu máli, þetta tvennt, þetta hljómaði kannski, þetta var ekki droslega auðvelt, þetta hljómi létt, en það var töluverð vinna og þetta skilaði greinilega árangri, þannig að svona að fólk, að sé hlustað á fólk. Já. Það skiptir máli. Já, en hjá ykkur, Bryndís? Spurningi var aftur. Ekki mál. Hvaða verkfæri hefur svona samstarfið ykkar við Great Place to Work gefið ykkur svona, hvernig hafið þið getað sett fram markmið eða hvernig sem hafið svona náða að nýta ykkur þessi verkfæri? Einmitt eins og komið inn og kannski ofta áður, þá er þetta einmitt rödd fólksins, þannig að þú veist, við höfum skoðað þetta og eins og varðandi, þú veist, kannski ímyndina er að koma svona, þú veist, kannski svona lagast út, sko, og þá er einmitt þetta, þú veist, hvernig, þú veist, þegar ég hugsaði minn vinnustað, hvað er það sem að því þetta er oft erfitt að mæla með þessa ímynda því að þú veist hvernig, hver er þetta að svara? Þannig að já, og við munum einmitt nýta okkur þessa niðurstöð til þess að sjá hvað við erum líka að gera vel. Akkurat. Sem er einmitt alveg fullt af þáttum og viðhalda þeim að því það er ekki þú veist, auðvelt heldur, sko. Það er erfitt að halda því sem er gott og bæta það sem þarf að bæta. Þannig að ég held að já, þannig að ég hlakka bara mikið til áframhaldandi samstarf með þeim. Getið þið nefnt eitthvað svona dæmi sem að þið hafið tekið út frá bara niðurstöðum úr könnunum, bara eitthvað dæmi þar sem að þið bara, ok, þetta er það sem við erum að fara að gera og við ætlum að gera það svona? Já, okkur var það hljómar, já, sjálfstæði í starfi og ég hugsaði bara, ok, hvernig er þetta að vera sjálfstæð, ég er að skúra þennan stað hérna. Hann lítur svona út, hvernig get ég gefið mér í sjálfstæði þessu starfi. Og ég velti þessu fyrir mig bara fram og tilbaka og svo þurfti náttúrulega bara að spyrja starfsfólk út í þetta, hvernig gefið við þér mér sjálfstæði og það fólst í samskiptum við næsta yfirmann.
og mér fannst þetta ótrúlega skemmtilegt. Þá tókum við smá svona, bara hvernig gef ég fyrirmæli og í staðan fyrir ég segi við þig skúra þú þetta gólf og gerðu það svona og viðskiptavinur sagði að þú glemdir að taka takt út ruslið, að þá segi ég frekar, heyrðu, viðskiptavinur að segja það glemdist að taka út ruslið, einhver fyrirstæði því, þú með lausnaði hvernig við getum gert hlutina einfaldri, hvernig sér þú fyrir að við getum gert hlutina, bara hvernig við eigum samskipti hefur áhrif á þessa sjálfstæði í starfi og ég skipti máli í upplifun viðskiptavins og ég fá að taka þátt í að leysa hvað viðskiptavinnum finnst. Já, akkurat, og bara hefur nægan tíma til þess að sinna þessu verkefni, bara tímaþröng sem að gera það verkum að hún áður ekki frá út með ruslið, hvernig ertu með eitthvað að lausna því, hvernig við getum komið með eitthvað til þess að bæta þetta? Já, og þá eflir þetta þess að upplifun sjálfstæði og þetta skilaði í niðurstöðum, að við tókum smá svona þjálfun í hvernig maður að gefa bara svona uppbyggilega gagnrýni. Já, okkvært. En hjá ykkur, Bryndís? Já, við tókum með mitt svona ímyndina og krönsum hana aðeins. Já. Var það þá ímyndin bara fyrir ykkar svið eða fyrir Reykjavíkurborg? Já, það er einmitt svona, hvað er það sem við hugsum þegar við svörum spurningum ímynd? Já, einmitt. Er það starfstæðarinn eða er það þegar Reykjavík ber á góma, í fréttum eða, hvað er það sem við erum að hugsa og þá einmitt, það er svo lítið sem við getum kannski breytt þar, en við getum þá kannski, hugsa þetta eins og út frá okkur. Það við erum stóðsvið sem þjónustum, önnur svið, þannig að við einmitt þetta, hvernig kynnum við okkur fyrir öðrum sviðum. Já, akkurat. En fóruð eitthvað svona spáið í bara, var þetta stolt? Er þið stolt að starfa fyrir ykkar svið eða er þið stolt að því að starfa fyrir Reykjavíkurborg eða komið eitthvað inn á það? Nei, það er ánægja og stolt mælist nefnilega hátt. Já, frábært. Þannig að því einmitt eins og í ráningaferli og svona þá fólk sem kemur einmitt og sækir þá er það í rauninni svona, já, það er ítrekka þannig að fólk kemur eða sækir hjá okkur að því það hefur okkur ákveðna hugsjón og það fólki sem vinnur hjá okkur hefur ákveðna hugsjón í að gera betri borg betri. Þannig að það er í rauninni ánægja og stolt er hátt hjá okkur. En það er einmitt þetta svona, þessi utanákomandi svona kannski atriði sem að eins og með ímyndina. Já, einmitt, fjölmiðlar og eitthvað svona, hvernig, já akkurat. En þá er einmitt svona, ímyndin, og það er líka svolítið svona skilgreinaða. Hvað er ímyndin? Akkurat, áhugavert. Dagbjört, nokkra pælingar svona fyrir þig. Nú er hreingerningþjónustu og þú komst einmitt inn á þess áðan, þetta er auðvitað bara algjörlega ómissandi hluti af bara fyrirtækinu sjálfu, hvort sem að þetta er aðkeypt þjónusta eða hvað og ég tala nú ekki bara eins og á sjúkrahúsum og alls þar, ég held að fólk svona oft gleymið í hvað þetta er ómissandi þáttur að bara sjúkrahúsi væri ekki starfhæft ef það væri ekki fagleg þrif. Hvernig svona tryggið þess að leiðseild og svona sterka vinnustæðamenningu þegar þeir eru bara með fólk út allt inn á öðrum vinnustöðum? Leiðseildin skiptir okkur rosalega miklu máli. Við tölum alltaf svona aðþótt teimi og búið til þessa aðþótt menningu og það sem við viljum með því er að fólk upplifi þessa samvinnu og að sé hluta okkur heild þó það sé út allt og þetta getur verið rosalega flókið og við reynum að gera alls konar. Litlu hlutinir eru þetta sem við erum með lukkuhjól alltaf fyrsta mánaðarins og þá getur allir hortið gegnum Facebook streamað inn í kaffetímanu sínum og þá bara er dregið úr lukkuhjólinu og það er 4 hjólaferð eða frídagur á launum eða eitthvað svona flip til að reyna að búa til eitthvað svona stemningu og svo er það bara svona líka finnst mér og það sem ég elska svo mikið við aðþrif er að flesti stjórnendur hafa unnið sig upp í starfi. Þannig að þeir hafa unnið við ræstingumarki hverjir og þar meðan eigendunir. Og gott dæmi þetta er til dæmis að, já, það var einhvern tímann rosalega mikið að gera og þjónustjóri hjá okkur var bara alveg að bugast og forstjórinn sá það bara og sagði bara, og það var veikindi og einhvern veginn allt í bara erfiðu dagur og hann segi bara við hana, heyrðu, farð þú bara heim núna, ég sé bara þetta. Og hann tók sér bara til og skúraði verkstæðin sem að allir því og þetta er ekki langt síðan að hún fekk bara símtal daginn eftir frá verkstæðinu bara getur þessi einstaklingu komið aftur og þrifi hjá okkur það var bara allt geggja flott og þannig að við erum alveg búin að hlæja alveg mikið að þessu en mér finnst þetta að segja svo mikið
menninguna, hann bara reddar hlutunum alveg eins og við hin og það er það sem skiptir mér rosalega miklu máli þegar við erum að ráða inn fólk að þú er bara tilbúin að gera það sem þarf og við vinnum bara saman. Já, akkurat. Þó að ég sem er mín verkefni og þú með þín, þá erum við bara í þessu teimi saman. Já, akkurat. Þetta er líka bara mjög gott dæmi fyrirmynd, sko, að bara forstjórinn er ekkit eitthvað of góður til þess að fara bara á gólfið og bara redda málunum, sko. Nei, hann byrjaði gluggaþrifum og hann bara vann þetta upp þannig og hann vill þessa stemningu hjá okkur. Já, nákvæmlega, geggjað. Já, þetta er mjög góð saga, sko. En hverja finnst þér svona að vera helstu bara áskoranir í að ráða og halda í gott starfsfólk í þessum geira? Ráða er kannski líka einmitt svolítið ímyndin að fólk vilji koma og ræsta. Þetta eru þetta hörku starf, ég er ekki að draga því, en samt sem áður bara við séum með flotta ímyndin eins og þú komst inn og áðan. Það var er ekki stutt síðan ræstingarstarfsfólk eða ræstitæknar ætluðu í verkfall og þá einmitt bara loka leikskólar og þá loka skólar. Akkurat. Og þetta starf skiptir máli og það held ég að sé bara stórt verkefni hjá mér að upphefja starfið þannig að fólk hafi áhuga á því og Great Place to Work kemur það inn en að halda í starfsfólk er náttúrulega bara búa til góðan vinnustað það vil ég einmitt sjá og ég vil stöðta við sem að bæta okkur með því að mæla hvað við eigum að gera betur. Já, akkurat. Eins og bara starfsánægjan hjá ykkur þú veist, hvernig finnst þér alveg sjá bara, það er alveg svona eins og talar þú veist, að hafa tölur bara hækkað mikið hjá ykkur finnst þú svona sjá mun bara á starfsmannahópnum út frá þessu að bara þau eru svona meira til í að bara einhvern veginn leggja á sig fyrir vinnustæðin bara því að þið eru að gera mikið til þess að halda góðir liðsheild og að stemningin sé góð. Já, ég fekk nú bara á mig frá stjórninni fyrir hvað rúmu 1,5 ári segjan bara já, minni starfsmannavelta, minni veikindi bara minna þessu og meira hinnu og hvernig ætlar þú að gera það? Og ég bara já, ok lagst undir feld og ég skal koma með svarið og svarið var bara svolítið, ok, hérna er niðurstennar mínar úr Great Place to Work, ég sé ég get alveg lagt meiri púður inn í fræðslu, ég get alveg lagt meiri upp úr og reynda að hækka starfsánægju og því að fræðin segir að ef þetta er í lagi, ef það er herri starfsánægju og minnka veikindin og þetta helst allt saman í hendur, þjónustan verður betri. Þannig að við bara lögum púður í það og ég fekk bara ráða inn mannesku bara sem tekur fræðsluna bara algjörlega og ég hafði bara ekki alveg tíma í það, margt annað sem það er að gera líka og það er bara svo gott og geggjað og við sjáum bara ótrúlega mun á þessu og þetta bara sést tölulega hjá okkur. Það er ekki bara sem er í starfsánægju, það er miklu minni veikindatölur og bara, já, starfsmannavelta fór niður líka, þetta er bara tölulega náðum að sína fram á þetta. Já, nákvæmlega, glæsilegt, það er mjög vel gert. Bryndís, spurninga til þín. Hvernig tryggið þið að allir fái svona jafn tækifæri til bara að vaksa og þróast í starfi? Af því að einmitt, þú veist, með starfsfólk á UT-sviði sem kannski það eru meiri, fleiri kallar þar heldur konur. Þú veist, hvernig horfið þið við þessu? Já, við reynum að styrkja stjórnendur okkar í því að sjá fólki sitt aðeins og svona kortleggja það og lyfta þeim svolítið og eins og eins aðeins sko, þú veist, ég sem stjórnandi er fyrir þig, hvernig get ég verið þín mesta klappstýra? Og við viljum svolítið lyfta starfsfólkin okkar þannig og síðan eins og hjá okkur og annar staðar að ef starfsfólk stendur sér vel í starfi þá er það náttúrulega oftast gert af stjórnendum en það er ekkert öll sem vilja það endilega sko. Þannig að við reynum að leita svona annar að leiða þannig að við reynum að hafa góða fræðslu hjá okkur og innanhúsfræðslan hjá okkur hún byggist á bara fólkinu sem vinnur hjá okkur og við erum með bara mjög öfluga fræðsla einu sinni í viku sem að manneskjafur Ólöf heldur mjög vel utanum og já, og síðan er Reykjavíkurborg með fína svona fórystu svona fórystuna sem að við starfsfólk sem að við getum sendt starfsfólki okkar í sem er líka mjög öflugt. En þetta er alveg einmitt vandarsamt og við einmitt með sko, kannski við byrjum líka bara svona á ráðningaferlinu. Það er einmitt svona ferli sem að við sko okkur þykir rosa vænt að því að við einmitt vinnum innan stjórnsýslunar að þá þurfum að fara eftir mörgum
þetta hérna svona mjög svona ferli sem að þarf að halda vel utanum að því að hérna, já, og það líka með þetta sko að ráða hæfast einstaklingin en það þarf líka að vera fittin í hópin. Akkurat. Ég held ég hafi aldrei heyrt neitt segja að ráðningarferli í opinberri þjónustu því það ekki vænt það. En það bara gott og gilt. Já, en einmitt, þetta hérna, og einmitt fólk sem hefur unnið hjá hinu opinbera og fer kannski út á almenna markaðin, það býr að þessu að vinna, þú veist, eftir þessum ferlum sem sett eru í ráðningarferli hjá hinu opinbera, sko. En svo það líka auðvitað bara með eins og starfsþróun að hérna fólk oftast lítur einhvern veginn á starfsþróun sem bara, nú ertu bara sérfræðingur og svo ertu bara næst stjórnandi. En það ofta ekki bara þessi starfsþróun sem skiptir mestu máli, það líka bara þessi lárétta starfsþróun, að bara bæta við þekkingu, kynnast kannski einhverju nýju geira, fá að flytja eitthvað til innan fyrirtækisins, ef það möguleiki, að því að svo bara það langar ekkert öllum að vera stjórnandi og hafa kannski bara ekkert alveg hæfileikan í það, sko. En að það snýst það líka svolítið bara láréttu hérna starfsþróunina. Og það einmitt líka einmitt þessar ráðstöfnur sem eru hérlendis og erlendis og við hvetjum náttúrulega fólk til þess að leita sér frekari þekkingar. Og þau eru mjög ótrúlega dugleg við það líka, sko. Já, einmitt. Bæði sem einstaklingar og sem hópar. Já, akkurat. Hvernig svona hjálpar þáttaka starfsfólks í þessari stefnumótun, og bara að fá að heyra, bara þetta er það sem er gott við vinnustæðin og þetta er það sem við getum gert betur. Hvernig hjálpar þetta svona eins og til dæmis bara að skapa betur þjónustu fyrir borgarbúa? Einmitt. Já, góð spurning. Þetta er einmitt sko eins og við fórum í þessa stefnumótun hérna fyrir núna í vor og þar var í rauninni stjórnendur teknir saman og hérna skildin okkur voru grönsuð og einmitt hvaða markmið vildu setja okkur og hver norðstjarnan okkar væri, hvert erum við að fara og síðan tóku stjórnendur þetta og fórum með þetta inn í hérað og inn í teymin sín og þar fekk starfsfólkið að hafa sína rödd líka. Og það er bara ótrúlega mikilvægt að þau fái að segja sitt og vera partur af þessari stefnumótun. Og svo áttu við frábæran dag, starfsdag, það sem að hvert og eitt teymi, ekki stjórnendur heldur starfsfólkið, kom og sagði frá hvað það ætlaði sér að gera og hver er leiðin að því. Bæði með þessum markmiðum og svo aðgerðum undir því. Og ég held að það hafi bara ótrúlega mikið að segja, sko. Og síðan erum við með þetta allt á einum stað, þannig að við getum bara öll séð hvernig þetta gengur. Algjörlega. En svo aðeins bara eins og inn á vinnuumhverfi og þá náttúrulega er þetta skiptir ótrúlega miklu máli að starfsfólki finni að það sem það er að segja, það skilar sér og það er verið að hlusta. Hvernig svona eins og bara aðeins bara að þú ert með UT-sviði líka, hvernig svona skiptir þetta máli bara eins og vinnuumhverfið bara eins og í varðandi tæknimálin og svo þetta líka bara eins og þú komst aðeins inn á áðan sem er held ég bara á ótrúlega vel við núna undanfarin ár að svona þetta unga fólk það er ekkert bara að hugsa hvað það færi laun, það er líka bara að spá í vinnuumhverfinu og sveigjanleikanum og allt þetta. Hvað svona hvernig finnst þér svona þetta spila inn í eins og bara að ná í fólk í tæknigeranum og halda í gott fólk og svo les. Já, ég held að einmitt, þessi viðurkenning geti hjálpað okkur mikið að ná í fólk að því við viljum einmitt vera sýnileg og vera einmitt vera frábær vinnustaður þar sem að vinnustaðamenningin er góð. Við höfum oft talað okkur einmitt sem svona útungunarvélar að því við tökum til okkar kannski fólk sem er nýútskrifaðar úr námi og svolítið þjálfum þau upp og svo fara þau annað. Að því við erum náttúrulega eins og segi opinber stofnun, þannig að við erum ekki að fara í samkeppni við almenna markaðinn. Og við erum mjög stolt af því að því að fólk fer við upplifum þannig þegar fólk fer frá okkur þá er það algjörður rockstjörnur. Já, einmitt, þau eru búin að alveg velu. Já. Þannig að það er svona okkar svona... Já, algjörlega. En bara eins og ef við horfum bara út og kannski bara áhugavert líka bara að heyra frá þér Dagbjört, bara svona tækni og sjálfvirkni væðing. Hvernig hafið séð svona bara tæknilausnir gagnast í ykkar störfum til dæmis?
Já, ég veit ekki með ykkur en það er allavega vélmenni sem Ríksor skúra mest heima hjá mér. Já, það er endar, ég alveg, er sekt þarna. Þannig að það eru rosalega framfarir í þessu og bara einmitt stór vélmenni sem skúra stór svæði og frekar fólk sem stjórnar vélunum. Þannig að það eru bara mikla framfarir og hraðar í þessu málum hjá okkur. Já, akkurat. Og það er bara fyrir utan bara eins og hjá okkur við erum að innlega stórt svona verkbeðina kerfi. Í gamla dag var allt skrifa bara á blöðum og þetta hefur allt bara kerfi tengt öllu sem er gert. Akkurat. En hjá ykkur, Bryndís? Já, við hefur ofta talað þjónustu nýsköpuna sem breytingar allt borgarinnar, en við mitt erum sjáum við þessi innri og eitri þjónustu og erum að stuðla þessari stafrænu vegferð eða stafrænu umbreytingu og nýsköpun og leiða nýsköpunni mitt í þjónustu. Og þetta er náttúrulega fyrst og fremst bara breytingastjórnun. Þetta er náttúrulega bara breyta hegðun og vinnulagi og ferlum og öðru. Og það tekur ofta á. Já, einmitt. En hafið þið svona nýtt ykkur eitthvað svona sérstakt sem það hafi nýtt ykkur bara eins og að þið eru náttúrulega með utísvið hjá ykkur. Er eitthvað svona sérstakt sem það hafi nýtt ykkur? Í þá Já, bara eins og í þessum bara það sem hafi verið mikla breytingar, eitthvað sem það hafi verið að taka inn bara varandi tæknina sem hefur svona kannski svolítið umbreytt starfsumhverfinu hjá ykkur. Já, við þurfum náttúrulega að vera pínu svona einu skrif á undan með margt sko. Þannig já, kannski ekki svona sem kemur upp í huga mér strax sko, en það er svona Já, en þið þurfum við alveg að vera á tánum. Já, við þurfum að gera það. Já, eins og bara emitt. Já. En svona bara að lokum, þetta er búið að vera ótrúlega áhugavert og skemmtilegt spjall við ykkur. Hvernig getið mælt með Great Place to Work? Þú veist, hvað finnst ykkur svona, þið hafa tekið mest út úr þessu samstarfi og bara myndið mæla með þessu við aðra vinnustæði? Já, algjörlega eins og ég sagði, bara mér finnst lykillinn í mannauðsmálum er að sýna fram á og þú sérst að gera eitthvað sem skiptir máli, ekki bara að segja að það er allir rosalega glaðir hjá mér. Og líka þessi alþjóðlegi samanburður fyrir okkur. Við komumst á lista fyrir bestu vinnustæði í Evrópu og þannig að við erum ekkert bara að bera okkur saman við Ísland, við viljum bara vera geggjuð yfir höfuð og það er svo ótrúlega gaman að vera bara með ykkur svona alþjóðlegum samanburðum og geta séð bara fyrir hverja einustu spurningu hvernig ég stödd með að við bara Evrópu, ekki bara Ísland. Já, nákvæmlega, algjörlega. En þið Bryndís? Já, eins og náttúrulega bara út í heimi þá er náttúrulega margir sem leita sér einungis að störfum þar sem að þessi vottun er algjörlega. Great Place to Work, þannig að ég held að þetta sé einmitt eitthvað sem að hver átti spurningin? Svona, ég var bara að spyrja, þú veist, hvað bara myndið mæla með þessu við aðra vinnustæði, þú veist, hvað finnst ykkur að hafa tekið svona mest út úr þessu samstarfi, svona, hvað gefur þetta ykkur? Já, meðist þetta einmitt bara eins og með niðurstöðunar, þetta sé bara rödd starfsfólksins, þessi vinnustæðamenningin sé frábær. Já, einmitt, algjörlega. Dagbjört og Bryndís, takk kærlega fyrir gott spjall. Það er ótrúlega áhugavert að heyra bara hvernig Great Place to Work hefur gefið ykkar vinnustað bara bæði viðurkenningu, eitthvað auðvitað sem að þið hafið unnið hart að og ykkar starfsfólk og sjá bara hvað samstarfi hefur gefið ykkur mikið. Bara takk kærlega fyrir og gangi ykkur ótrúlega vel. Takk fyrir. Takk sem leiðis.